Unnur, það var svaka bikarleikur hér í dag. Hvað er þetta að segja stutt þetta leik? Já, bara leiknum sjálfur, bara náður að koma áfram, en bara gaman að koma gaman að sjá hvað Ármann er að vaxa og gaman að koma inn í Kennaraháskólann og bara náttúrulega fullt hús. Það er gaman að sjá hversu ég var að hugsa með þetta fyrir leikinn að það er ekki langt síðan þessi tvö félög, Valur og Ármann, voru bara náðu samtals örugglega 100 iðgjöldum, en í dag held ég bæði félögum komin með samtals yfir 800 iðgjöldum og sýnir bara hvað vöxturinn í Reykjavík í körfuboltanum er mikill. Svona, ef við tölum aðeins ykkar leikinn í dag, ég meina fyrstu tvei leikirnir ykkar, þið voru svona pínu kannski að reyna að ná takt. Var gott að fá hann leik í dag og ná taktin? Já, ég veit svona, það voru komið svona moment sem voru góðir, en önnur sem voru svona síðan góðar. Svona, Ármann er ekki að gera vel, þeir eru litlir og hreyfanlegir og skipta mikið á skrifnum og grimmir og það er oft þannig að það lið sem að brýta leikinn svo sé stærri leikur, það er erfiðara að eiga við það og mér fannst þeir gera bara mjög vel það. Þetta er mikil sál í íþróttahúsinu hér í Kennaraháskólanum. Hvernig er að spila hérna aftur? Ég hef ekki segja það að það sé þessi taktið umræðina sem er búin að vera undir daga varðandi aðstöðuna hjá íþróttafélaginu Ármanni. Ég held að það er alveg galið að koma hingað og spila hérna í fjölmennustu körfubóldeild landsins og þeir spila á þessum heimavelli, á þessu gólfi og ég held að það er myrkur í landbæna því það vantar held ég tvær af hverjum þremur perur í loftið og þetta er ofanlagt á aðstöðuleysi sem að Ármann er að glíma við bara sýnir bara hvað Reykjavík og Borgarfjörður svo langt búin að vera með þessi mál á hakanum og það er hægt að finna í sem ég segi með þann uppgang sem er í Laugardalnum í körfubolta og að Ármann skuli þurfa að koma allavega upp í Kennaraháskólann til að spila sína heimaleiki meikar engan sens. Þannig að ég held að maður geti fundið einhverja blóra og böggla eða kenta einhverjum en ég held að það sé bara komið tími til að menn bara gleymi fortíðinni og bara fara að rífa sig gang og fara að byggja eitt stykki íþróttahús fyrir þetta félag því að Laugardalnum sannarlega skilið að Ármann fái alvöru heimavöll og alvöru aðstöðu til að sinna sínu. Þegar hvað í Njarðvík næstu umferð? Njarðvík næstu umferð, já. Og áfram eftir þetta? Já, við erum eigum Njarðvík í Ljónagryfjunni á föstudag næsta. Þannig að þetta er stutt á milli leikja og það verður búin að vera mikil keyrsla með æfingamótunum líka, þannig að kærkomin frídagur á morgun og svo bara fullt að undirbúa.